Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin til enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan hafbrandi veitir mér styrk gegnum lífsins ólgusjó. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Syngjum þetta saman, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús, salta böl sem bindur brotið Ég lýsi yfir von og nýju frelsi, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von.
Ég vil fá að nefna nafni Jesús yfir þar sem óttinn lamar allt. Við hvern hann sem að byrðar ber og þunga, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Frá fjallsbrún hrópum Jesú, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið yfir alla okkar vá, yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesú, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið yfir alla okkar vá, yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Skín gegnum hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Halleluja Jesús, heilagur ertu Drottinn. Halleluja, halleluja. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús, syngjum það saman. Yfir hjörtun öll og hverja sál, það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Syngjum það saman. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Halleluja.
was clothed in glory and exalted high, and the train of his robe filled the temple. The angels circled round him and cried, You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Oh, you are holy. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Woe is me, for I am clean, for my eyes have seen the Holy King, and He cleansed my lips right before I died, and the pillars show as the angels cry. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. So the Lord seated on his throne, he was clothed in glory and exalted high, and the train of his robe filled the temple. The angels circled round him and cried, You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of Gott að hafa Stefán með okkur í dag. Hann tilheyrði hérna kirkjunni í nokkuð mörg ár. Hann sá að það var skemmt í kvöld. Það er gaman í dag. Já, það er, takk fyrir. Það er yndislegt að vera hérna, eins og Kitty sagði, þá var hérna 8 ár og bjóð þá út í garði
hérna út á Suðurnesjum, hérna, já. Og ég mandi þegar eftir því að það var eitt skemmtikvöld sem að ég og held ég og Dísa eða hvað það var, við leikum með eitthvað svona skett, sko. Og já, ekki búin að kveikja? Ekki búin að kveikja? Það er ekki út lengur? Ok. Og ég, þeir sem þekkja mig, þeir vita það, mér ekki svolítið gaman að sprella. Og ég mandi því að ég sá Kidda í bakhvöllum með fremsta bekkjarnum, sko. Hann hló svo mikið, sko. Því ég vissi ekki hvort þetta væri kannski aðeins svo mikið við kirkjuna. En jæja, ég lét þetta flakka og það tókst svona vel. Og bara líka það að það er svo gott þegar maður horfir tilbaka að þakka Guði fyrir liðna tíma. Og hérna þessi 8 ár átti mína bestu og erfust tíma í lífinu, má segja. En að hafa svo öfluga kirkju, þessu kirkju, var alveg ómetanlegt. Og ég segi bara, ég veit ekki hvar ég væri í dag, hefði ekki tilhitt þessari frábæru kirkju. Og ég er svo þakkláttur og stundum vildi ég óskast að væri 36 tímar sólarhringum, ekki 24, af því að stundum langar maður svo að koma, en næ því mér ekki að gera það. En mér langar svolítið í dag að tala að hvernig við getum ekki að vaksa í trúna á Guð. Og þetta er eitthvað sem ég er bara að vera að hugsa mikið og ég var að spyrja Guð hvað ég ætti að tala að því að ég vil bara ekki tala eitthvað. Ég vil tala það sem að mér finnst Guð að leggja maður til hjarta að tala Og það er versi í fyrra Kórintharbréfi, fyrsta kafla og vers 9 áfram. Og þetta er 2007 útgáfan sem Biblíunni sem segir ég gat ekki systkin tala við ykkur eins og andla menn, heldur við menn sem sjá ekki nema sjálfan sig. Eins og ómolga börn í Kristi. Ég gaf yður mjólk að drekka en ekki fasta fæðu því þið þoldu það ekki og þið þoldu það jafnvel ekki enn. Því að ennþá lifið því sjálfshyggju. Og það er svo yndislega með orð Guðs að þegar maður er að lesa orð Guðs þá að því orð Guðs er lifandi, að þegar maður les það þá færum alltaf meira dýft í það. Og svo segir hann, það er metingur og deilur ykkar á milli. Sýnið þið ekki að þið láti ekki andan leið ykkur og hegðu ykkur eins og hverja aðrir menn. Þegar eitt segir ég fylgi Páli, annar segir ég fylgi Apollos, eru þið það bara eins og þið voru áður. Og mér finnst þetta, þetta er svolítið harkalega orð frá Páli. Hvað er í gangi með ykkur, geta hann sagt bara á góður íslensku. Akkur eru þau sem eru þau. En hvað er þá Apollos? Já, hvað er það Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur trúar og það eins og Drottinn hefur gefið hvorum sig. Ég gróðursetti, Apollos vökvaði en Guð gaf vöxtinn. Þannig skiptir engu máli hver gróðursetur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli, hann gefur vöxtinn. Sá sem gróðursetur og sá sem vökvar eru eitt. Takk eftir því. Við erum eitt. En sérkvömmun fá laun eftir sínu örfiði. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akulendi, Guðs hús eru þið. Þetta var þessi orð sem þau tala alltaf meira til mín og eins og bara Biblían yfir höfuð. En þegar Páll fór að ræða við kirkjuna í Kórinthborg, þá komst hann á því að þeir voru ekki eins andlegir eins og hann að búist við. Páll hafði búist við að þau þroskast í trúnni, en þegar hann fór að tala við þau, þá komst hann að því bara að þau voru á sama stað eins og hann hafði hitt þau fyrst, bara rétt eftir að þau gáfust Guði. Og mér fannst að tala til mín þessi vers og mér fannst Guð segja við mig að ástæðan fyrir því að fólki hafði ekki vaxið var sjálfshyggja. Og ef við sjáum ekki sjálfshyggju í dag í okkar samfélagi þá þurfum við að fá svona betri gleraugu. Af því að sjálfshyggjan er alls staðar kringum okkur. Allir vilja sitt, allir hugsa sig og sína. Og þegar fólkið í Kórinthborg var með
komið fullt af sjálfshyggju, þá eru komnar deilur og svo metingur. Það var upptekið af sjálfum sér og sínu þörfum og hafði ekki tíma til að leita Guðs eða fannst það ekki skipta öllu máli. Sjálfshyggjan getur birst í svo mörgu sem gerum fyrir Guð. Sjálfur hef ég gengið með Guð í 40 ár og bæði glímt þessu sjálfshyggju og þannig ég ekkert að tala um Fílabeinsturni til ykkar en þessi orðið jafn mikið til mín eins og við ykkur, við erum fjölskylda og stundum hefur maður líka að sé þetta í öðrum og líka sjálfum sér. Og kannski svona eitt dæmi sjálfshyggju er til dæmis að þegar við Guð gefur okkur gjafir og náðagjafir og sumar náðagjafir eru kannski ekki sýnilegar, aðrar eru mjög sýnilegar, sumir predikar, sumir leiða lofgjör og svo aðrir sem eru með náðagjafir sem eru alveg jafn mikilvægar en eru ekki sýnilegar. Og sjálfshyggjan segir, ég vil ekki starfa í þeim náðagjafum sem eru ekki sýnilegar. Ég vil fá athyglina. Ég vil það snúast mig. Og að fá athyglina skiptir fólk sem glímir við svona sjálfshyggju, það skiptir öllu máli. Þannig að það er svo mikilvægt að bara átta sig á þessu að Guð þráir að við störfum í þeim gjöf sem að gefa okkur en þegar við mist sjónar af honum og förum að hugsa okkur sjálf þá förum að leita okkar eigins stafs Guðs. Og síðan ef við áttum ekki á þessu þá getur þetta verið að við kannski við spyrjum hvernig komum inn fyrir sjálfshyggja, hvað gerðist, fórum kannski aldrei út eða varum alltaf til stað, var kannski eitthvað í lífi okkar sem bara við gátum ekki gefið Guði. Og hugsaðu ykkur kannski að ef við ætla að fara að setja svona loftbelg í loftið og þeir eru með 4 kaðla og þið segir ég ætla bara að taka 3 kaðlana og ætla að hafa 1 bara fyrir mig svona, að mér er svo fallegur kaðlinn sko og svo setur þau allt í gang og loftbelgunum hallast alla veguna aldrei fyrir loft af því að það vantar 1 kaðlinn heldur þessum loftbelg niðri. Og saman með okkur að við getum ekki vaxið í Guði ef við ekki gefum Guði allt. Ef við ekki höggið á alla gamla kaðla í líf okkar, þá getum við ekki vaxið í Guði. Það er alltaf mín reynsla. Og Páll hann skrifar bréfið og ég fór nú að skoða þetta, samkvæmt því sem ég las mig til þá Rómverjabréfið sem ég ætla að lesa úr núna, 5. bréfið sem hann skrifaði í þeirri röð. Hann skrifaði þessi 12 bréf allt í allt og Páll hann óx í Guði og hafi einhver haft ástæðu til að horfa tilbaka aftur, ástæðu til að vera gramur eða ástæðu til að líða ekki mjög vel með sína fortíð, þá var það Páll. Hann hafði drepið kristið fólk. Hann sko hætti ekki fyrir að hafa blindar á einu til Damaskus. Að það var ekki fyrir að bara Jesú mætti honum. En Páll hann óx í Guði. Og eitt af því sem lykillinn held ég að hans vexti. Hann sagði, ég gleymi því sem að baki var. Og til þess að við getum vaxið í Guði þurfum að gleyma því sem að baki er. Við getum ekki lifað lífi með alltaf að horfa tilbaka aftur, eftirsjá og sagt, hefðu nú hlutinu verið svona. Hefðu nú fengið þetta tækifæri, þá væri hlutinu öðruvísi. En málið það, þú veist það ekki. Ég veit ekki, við vitum ekki. Er ekki miklu betra að fá að treysta Guði fyrir þessum málum. Og bara í byrjun þarna, þegar Kitty var að segja frá því að kirkjan þráir að sjá lækningar hérna gerast. Ég var svo þakklátur því að það er eitt af því sem hefur verið mikið minn hjarta að Biblían tala að Guð lækni alla, að Guð sé góður og ég hef alveg heyrt gott fólk segja að Guð setja sjúkdóm á sig til að kenna sér eitthvað
og svo spyr ég fólk eftir nokkra mánuði hvað það er lært. Þessu stúdíu sem Guð setti á það, þá verður fátt um svör. Þetta er svona mannlega leiðin til að afsaka, ok, ég skil ekki, ég ætla bara að setja Guð í mitt mannlega box og fyrst að ég læknast ekki núna, þá hlýtur það ekki að vera Guðs vilji að ég læknist. En Guð er Guð, við erum menn og það er svo frábært að við trúum því sem Guð segir, sama hvernig okkur líður, sama hvað við erum að fara í gegnum. Og þetta er einmitt partur að vaksa, að trúa því sem Guð segir. En Páll segir í Rómarbreifinu 8. kafla versi 59, þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugan við það sem hann krefst. En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði en hyggja andans í líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og hann lítur ekki í lögmáli Guðs, en það getur hann það ekki. Þau sem lúta eigin hag get ekki þóknast Guði. Þannig að þetta er svolítið alvarleg orð. Það er geta blandað saman. Það er annarkvort að fylgja Guði eða ekki. Og því að þeir sem, við okkar sem höfum glímt við sjálfshyggju eða kannski erum að glíma við í dag, að við getum ekki þjónað sem Herrum. Og þannig að það er svo mikilvægt að átta sig á þessu og að byrja, akkur brást ég svona illa við þarna? Akkur er ég svona reiður þarna? Getur verið að ástæðan fyrir því að ég er ekki búin að gera upp mín mál, séu einhver svona stolt og hroki. Ég vil ekki viðurkenna að ég hafi haft rangt fyrir mér. Ég vil ekki viðurkenna að það sem ég sagði var kannski ekki alveg viðeigandi. Allavega svona, kannski þetta er svona marga birtingarmyndir af svona sjálfshyggjunni, að geta ekki viðurkennt, að geta ekki fyrirgefið, að halda í eitthvað sem mátti ekki halda í. Og höfundur Hebreabréfsins, hann var líka við, hann segir þótti tímas vegna ætti að vera kennarar, þá hafið þið enn á ný þarf að einhver kenni undirstaði atriði Guðs orða. Svo komið fyrir ykkur að þið hafið þörf fyrir mjólk en ekki fasta fæðu. Þetta er, tímas vegna. Auðvitað má segja að þú sem bara ganga með Guði í 40 ára, það geti komið maður innan dyrunum með 6 mánuði og hafa miklu dýpri í orði Guð sem ég. Árið skipta þannig sé ekki máli, en auðvitað náttúrulega lærir maður að þekkja Guð betur á þessu tíma, en þetta er engin stimpill sem ég næla sem ég get fengið hérna í 40 ára með Guði, takk fyrir, ekki þannig. En það er kannski skrítið að ef einhver búinn að fylgja Guði mjög lengi, hann sé alltaf fastur í sömu atriðunum. Hann komast ekki áfram. Og þá fer hann að spyrja sig hvað er að og akkur er hann ekki að vaksa Guði, hver er ástæðan? Og til með þess eins og ef þið sjá hérna fullur mann koma inn í barnafötum með snudduna og svona og bara hafa þessu mjög skringilega og við myndum segja beitunum við. Þessi mynd er ekki alveg eins og það á að vera. Það er eitthvað rangt við þessa mynd. En við tökum kannski minn eftir því þegar við hittum einstaklinga, bróður og systur Kristi sem hefur ekki vaxið í Guði, nema kannski að það er þessi reiði og biturleiki kannski sem stundum einkennir og þó ekki alltaf, maður veit ekki alltaf ástæðuna, en það er svo mikilvægt fyrir okkur að við séum brennandi í Guði, að við vitum, og mér finnst svo góð síja, mér finnst svo frábært í Matthíusarguðspjalli 7. kafla þegar hann er búinn að tala að biðja að leita og allt það, og svo segir hann, mundi einhver af ykkur gefa sínum stein hann byrjum brauð, eða höggum þegar hann byrjum fisk. Svo segir hann að fyrsta þeir sem eru vond, það í samanburði við Guð. Vitið hvernig að gefa börnum góða gjafir. Hversu miklu fremur mun það Guð gefa þeim gjafir sem biðja hann? Hversu miklu fremur mun Guð ekki lækna þá sem biðja hann? Hversu miklu fremur mun Guð ekki mæta þeim sem biðja hann? Þú veist, sum okkar inni eigum börn og við vitum að við myndum gefa allt aðleguna fyrir því að ef barnið okkar væri komið í sjúkdóm og svo myndi það vera sagt, það er upp á heilsugæslunni, þar er laust fyrir barnið. Ef þið farið að barnið og borgið 10 milljónir, þá bara getur barnið fengið lækningu.
Og ég held að engin foreldri myndi segja, nei, hann má bara vera veikur. Heldur myndi hann bara fara í skjótasta og græja málið. Og Biblían segir fyrst að við sem eru vond höfum vitað að gefa góða gjafir. Þannig að allt þetta kemur með því að vaxa í Guði. Með vextinu Guði byrjum að sjá Guðs Guð er. Við höfum við líka lærum að elska fólk til lífs, að svara illu með góðu, að vera ekki svo upptekinn að hafa allt rétt fyrir sér. Þetta er upptekinn að sjá Guðs ríki vaxa, að sjá Guðs ríki ná fram að ganga. Og að mínu mati þá getur verið ástæði fyrir því að fólk er komin á þessi vondan stað í lífinu andlega talað. Og stundum hef ég heyrt að kannski fólki sem hefur farið í kirkju og það er alltaf svo vont í kirkjunni og maður kannski ekki þora að spyrja það, kannski ekki verið manns vettvangur, en maður spyr sig kannski eitthvað að vandamála þeim. Vistu þið fara á kirkju. En grunn ástæði fyrir því að fólk getur komin á þennan stað sjálfs svona blekkingar, maður segja þetta bara sjálfsblekking eiginlega, sjálfshyggju, er biturleiki og reiði yfir því sem gerist í fortíðinni. Þau geta ekki haldið áfram og þurfa því stöðugt að horfa í baksins speilin. Langvarandi ófyrirgefning, biturleiki og reiði gerir fólk sjálfhverft. Vegna þess að þá getum við ekki sett sjálfsmynd okkar Guð. Ég man til því að ég var að tala auðkynni eins og það var í bankanum, en þetta er sjálfsmynd. Hver er okkar sjálfsmynd? Og ef ég er reiður út í fortíðina, reiður út í einhvern bróður eða systur sem hann gerði mér, eða kirkju, eða jafnvel, einhvern, þá getum við ekki haldið áfram. Við erum alltaf með steinvölu í skónum. Þannig að við þurfum að halda áfram veginn. Og svo segir hérna segir Åpenbararbókinni í 3. kafla, og það tala um kirkjunar og ein kirkjan í Laodíkeu, þeim fannst allt verið í lagi af þeim. En Guð hafði aðra skoðun. Þetta er hann sem segir amen og vottun og trú og sanni upp af sköpun og Guðs. Ég þekki verk þín, þú ert hvorki kaldur né heitur, betra að þú væri annarkvort kaldur og heitur, en að því þú ert hálfvolgur og heitur, hvorki heitur né kaldur, men ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur, orðinn og auður og þarfnast einskis, en þú veist ekki að þú ert veselingur, aumingi og fátækur, blindur og nakinn. Og svo segir hann í 8. versinu, ég ræð þér að þú kaupir að með gull skýrt í eldi til þess að þú verður auður og hvítklæði til þess að þú getur hulið skamlaða nekt þína. Kauptu líka smyrsl á augun þín til þess að þú getur séð. Ég tifta og aga alla sem ég elska. Legg því all kappa og bæta ráð þitt. Sumir lesa bara þetta að þú ert aumingi, fátækur, blindur og nakinn. En Guð hættir ekki þar. Þó að Guð sé að benda mann á eitthvað sem á beita fara í manns lífi. Hvað segir hann? Legðu allt kapp að bæta ráð þitt. Allt kapp. Og svo er það 20. versið, ég stendi dyrnar og ég kný á, ef einhver heyrir röst mína og líka upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverð með honum og hann með mér. Og þessi orð hafa oftur notuð til að vitna fyrir ófrelsum, fyrir fólki sem á ekki trú, að opna hjarta þetta fyrir Guði, hann má koma inn í hjarta þetta og það er frábært ekkert af því, en þarna er ekki að tala við ófrelsan einstakling, hann er að tala um kirkju. Kirkju sem trúið á hann. En einhver hluta vegna hafði ekki opnað hjarta sitt fyrir honum. Og kannski hafði opnaði fyrir honum einhvern tíðanbúndi en svo bara loka aftur þegar það var óþægilegt gangi. Og svo heldur hann áfram þann sem sigrar mun ég láta setja í hásæti mínu eins og sjálfur sigraði og setti sig á föður mínum hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt að opna fyrir Guði. Og við getum ekki vaxið Guði nema við opnum fyrir Guði, nema við sem berst skjöldu fram fyrir Guði. Þetta getur eitthvað sem ekki fali neitt fyrir honum. Hann veit allt. Það segir í Sálmi 139, hvað sem ég setja stend, þá veit hann það. Það er ekkert sem við getum falið fyrir honum. Einu sem við gera með einhver fyrirleik er að blekka okkur sjálf.
Og í Mattheusar guðspjalli 7. kafla segir Jesús, hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í þín megin auga? Eða hvernig færðu sagt við bróður þín, lát mig draga flísinu úr auga þér, en þó bjálki í þínu auga? Og svo segir hann, drag fyrst bjálkanu úr auga þér, þá sér þú glöggt til að draga flísinu úr auga bróður þíns. Og þegar við erum á svo vonda stað sjálfshyggju og eigingirni og eigin hagsmunapólitík, þá finnst okkur ekkert vera okkur. Það er eitt af einkennum að vera stað, og ég get tala bara fyrir hönd mín sjálfs, að ég vil alltaf hjálpa öðrum að lagast. Ég hef með bjálkan í báðum augum og svo ég skal taka flísinu úr auga þér, kallið minn. Og hann horfði bara á mig, vildi ekki taka bara að byrja þér. Þannig að við þurfum að bara vera hrein og bein fram fyrir Guði. Og við eigum í baráttu. Ég trúi því að sjálfshyggjan hún sé komið fram illa. Hann hefur það að megi markmiði að draga frá Guði. Ég veit ekki hvort sumir allana sem muni þetta, og hann er náttúrulega ekki dáinn, hann er ekki lengur pólitíkus, ekki lengur stjórnmálamaður. En hann sagði, maður sem Dag Oddsson, hann sagði, þegar ég ætla að láta óvinna mín í pólitíkinni trufla svolítið og láta að vera, að þannig þegar bara láta mig í friði, þá setjum smá smjörklípa þá. Það er bara mjög fínt. Þá eru alltaf uppteknar að þrífa sjálfan sig og gera það sem ég gera. Nú tók ég kamerina. Það borgast ekki á eftir í pústinu. En ég gerði bara svona. Og þannig er með djöfun líka. Hann vill setja smjörklípa á þig. Og svo smjörklípa getur með verið sjálfshyggja og ófyrirgefning, reiði, biturleiki. Það get ekki fyrirgefið bróður að systur. Það get ekki sæst við fortíðina. Get ekki haldið áfram. Vera fastur og alltaf stöðulega að hugsa hann að blett. Og þegar Guð kemur með þvottefni, má ég ekki bara taka þetta fyrir þig? Og þú segir, nei Guð, ég sé með það, ég er með eitthvað hérna. En Guð segir, leið mig bara taka þetta. Og þannig að það er svo mikilvægt að við vitum þetta. Og það segir í Jesaja 54:17, engin vopn sem smíðum verða mót okkur munu sigurvænlega verða, og alla það tungur sem koma mót okkur til málaferla munu við kveða niður. Þannig við vitum það eru vopn smíðu gegn okkur sem reyna að fá okkur, mót okkur. En engin vopn sem smíðu verða munu sigurvænlega verða. Það er lofarið. Það er ekki lofarið að við munum ganga bara einhverjum skýi hérna alla daga. Nei, við munum lenda í árásum. Við munum lenda í öðrum málum. En engin vopn sem smíðu verða mót okkur munu sigurvænlega verða. Þannig að mér finnst þetta tala svo mikið til í mín að þegar maður lendir í storma lífsins, þá veit maður ef maður heldur sér nálægt Guði að þá mun maður fara í gegnum storminn. Og þá mun maður vita það að þó þessi vopn séu erfið, að þá er Guð sterkari. Síðan segir hérna í síðara Pétursbrefi 3. kafla vers 18, vaxið í náð og þekkingu drottins vors Jesú Krist, drottins vors og frelsara Jesú Krist, honum sé dýrð nú til eilíða dags. Amen. Og mér var Guð talað til mér þegar ég var undirbúið þessi orðina, að ég lesi þessi orð alveg 100 sinnum. Svo fór ég að taka eftir orðinu vaxið í náð. Hvernig getur maður vaxið í náð? Þú veist, náðinu sem að Guð gefa okkur er 100% og það getur að bæta við hana. En mér fannst Guð segja við mig að við vöxum í náð þegar við tökum móti því sem Guð gefa okkur. Að þegar við tökum við því og við tökum við því hver við erum í Guði. Og allt og oft þá heyri ég gott fólk vitna í Rómarbréfi 3:23. Allir hafa syndgað og skortið Guðs dýrð. Og það er alveg rétt, það er engin lygi þar. En menn verða að halda áfram. Menn ekki bara stoppa þar. En þessi 24. versi segir, en Guð réttlæti þá
án þess að nokkur verðskuldi það, af náð með endalaust sinni í Kristi Jesú. Þannig að það er svarið við 23. versinu. Það kemur endalaust í Kristi Jesú. Hann keypti okkur án verðskuldunar. Þannig að lykilatriði fyrir að ganga með Guði í dag, lykilatriði fyrir að vaxa í Guði í dag, er að trúa því sem hann segir okkur. Vita hverju við erum í honum og vita að við tilhörum hinum hæsta, að við tilhörum konungana, við tilhörum hinum almáttuga Guði. Og þannig hvetur Páll í Kólosarbréfinu 3. kafla okkur í 12. versinu: íklæðist eins og Guðs útvalin heilu og elsku börn, hjartagróinu meðöngun, góðvild, auðmýkt, hóvar, langlindi. Umbyrja hvert annað, fyrirgefa hvert öðru ef einhver á sök á hendur öðrum, eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér gera. En íklæðist yfir þetta, allt þetta elskunni sem bindur allt saman og fullkomnur allt. Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar, því að Guð kalla ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama. Verið þakklátt. Og með því að lifa friða höfðingjanum Jesú Kristi, að ríkja í líf okkar, ríki friður hans í líf okkar. Og við getum gert það og að Jesús segir við okkur, hann segir í Guðspjöllunum að við erum að afneta okkur sjálfum, taka upp kross hans og fylgja honum daglega. Og bara hverjum degi er þessi ákvörðun tekin. Ég ætla að fylgja Jesú í dag. Og að bara hverjum degi þá ætla ég að taka ákvörðun að fá að lifa Guð að nota mig í dag. Á hverjum degi þá ætla ég að segja: Guð, hér er ég, notaðu mig. Og þess vegna er svo mikið að herrtaka sérhver hugsun til hínu sem hann. Að herrtaka sérhver hugsun, af því að hugsanir eru erfiðar og ótaminn hugur er eins og ótemja. Ekki viltu fara á bak ótemju, þú flýgur einhvers staðar til loftið. En að vel tömdum hesti er gott að fara bak. En þannig þurfum að herrtaka sérhver hugsun til hínu sem hann. Þegar hugsunin kemur sem segir að við séum gallagripir, mistök frá móðurlífi, ömurlegar týpur, við höfum klúðrað fullt af hlutum, þá gott að kíkja hvað orð Guð segir. Alveg svo þegar Jesús var freistað eftir 40 daga og 40 nætur, það getur að djöfullinn freistað hans ekki einn dag, heldur til 40 nætur án matar, og það er akkurat það sem hann gerir okkur. Hann freistar okkur, hann svona ræst á okkur erfiðustu augnablikum. En Jesús sagði: rita þér. Og ég trúi því að við þurfum að vera meðvituð þetta, við þurfum að vera húsverðir okkar þess eigin huga, og þegar koma hugsanir sem vilja ákæra okkur, ásaka okkur, og þá getum við sagt eins og Jesús sagði: rita þér. Ég er dýru verið keyptur, rita þér. Ég er undursamlega skaparinn, segir í Sálm 139. Ég er dýru verið keyptur. Þannig að í dag vil ég bara hvetja okkur öll að taka ákvörðun að trúa því sem Guð segir sama hvað. Hvort og bara muna að við erum salt og ljós í kringum okkur. Vitnisburður Guðs í kringum okkur. Við erum kannski eina tækifærið fyrir en einstaklinga að fá að heyra Guð. Og svo segir Jesús í Jónas Guðspjallið 10:10: ég er komin til að gefa líf og það lífi fullig nægð, en þjófurinn kemur bara til að slátra, stela og eyða. Ætlum að láta hann stela, slátra og eyða úr líf okkar lengur? Ég ætlum að segja: hingað ekki lengra. Ég ætla að trúa því sem Guð segir. Ég ætla að trúa því að hann sé læknirinn, hann sé hirðirinn, hann sé friðarhöfðinginn. Hann er allt það sem segist vera, og ég ætla að meðtaka hver ég er í dag. Ég ætla að meðtaka það að ég er dýri verið keyptur. Ég er hans barn. Ég berst trúan á góða baráttu. Ég höndla lífið og ég leyfi honum að vera miðpunkturinn. Amen. Í Jesú nafni. Amen.
því að hann var að tala að vaxa og hérna þegar við tölum að kristi fólk í dag, það svo margir sem segja, já, ég kristinn, að því ég Íslendingur en málið og margir sem fermast, þeir segja, já, nú ég orðinn kristinn. En það endar ekki þar, það byrjar þar. Þegar ég gifti mig, þá byrjaði hjónabandið. Það endaði ekki þar. Og við höfum fengið að vaxa saman í 44 ár og ég er búinn að vera frelsaður í 45, 6, síðan 1977, ég kann ekki að reikna fyrir og hérna ég hef verið að vaxa alla tíð síðan. Stundum hafa komið tímabil þar sem maður vex minna, en sjáðu til að ef þú tekur kristna trú, mér langar að segja það fyrir ykkur sem eru nýi í dag, að þá er það bara byrjunin á nýju líf. Það er byrjunin á nýju lífi. Það er ekki endinu, það er byrjunin. Og það er byrjunin á spennandi líf. Og að því að Snorri hérna þá, þegar ég tók á móti Jesú, ég var svona töffari á Siglufirði og það þekktu mig allir, ég þekkti ekki alla. Maður var á togaranum, maður fór á börnin og svona og svo allt í einu er ég búinn að taka kristna trú og ég segist vera frelsaður. Og svo erum við að fara til Siglufjarðar, hugsið ykkur. Ég er að koma frá samkomu frá Akureyri og ég er að segja svona, ég myndi nú aldrei þora að vera svona út í samkomu. Já, segir Snorri. Þið þekki Snorra, sko, þið er ekki að segja nei við hann. Þú mátt ekki rifja upp syndirnar. Þá höfum við út í samkomu, segja. Og við höfum út í samkomu fyrir fram á fiskbúðina og þetta er svona atvik sem ég gleymi aldrei. Að ég satt þarna og ég passaði með að vera fyrir aftan allt fólkið og svo var einhver rétti með tambarínu og ég gerði eitthvað svona en þetta var svona breyting á mínu lífi og það var mikið átak að láta alla sjá að ég væri allt í einu orðinn kristinn. En í gegnum árin að þá svona verður þetta öðruvísi og léttara að maður svona, já, það vita allir að maður er kristinn og þetta er minna mál, ég skammast mín ekki fyrir að fara inn í þetta hús lengur eða þetta hús ég man á Síón og Siglufirði, það þorði enginn að koma inn í Síón. Það vissi allir hvað Síón var en það var ægilegt átak að fara inn í Síón. Og ég man þessa fyrstu daga þá hérna gerði ég það, ég let mig hafa það, ég tók Biblíu, labbaði út úr húsinu sem var hérna, það var sama gata og Síón var í, svo labbaði ég, held ég svona 40-50 skref og let alla sjá Biblíuna. Og ég náttúrulega skalf og titraði alla leið. Þetta voru mín fyrstu skref. En sjáu þið, alveg eins og börn, þau eru svona skjögrandi á fótunum en það er gaman hjá þess að. Og það var gaman að vera ný kristinn. En þess vegna er svo nauðsynlegt það sem hann er að tala um, að ef við höfum byrjað nýtt líf, þá verðum við að vaxa og við erum að varðveita þetta nýja líf. Annars er bara trú okkar fána. Þannig að takk fyrir. Frábært orð, Stefán. Frábært. Við vöxum. Amen. Ég takk eitt lag að lokum. Eitt lag að lokum, já. Nafnið þitt. Jesús. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessa lífið mitt og þú larkar sér hver sá og þeirra sorgar tá. Jesús er ég nefni nafnið þitt.
Jesús er ég nefni þig. Nálgast þú og blessa lífið mitt. Og þú lagnar sér hver sál og þeirra sorgartál. Jesús er ég nefni þig. Þú lagnar sér hver sál og þeirra sorgartál. Jesús er ég nefni þig. Amen. Amen. Takk fyrir samverun í dag. Drottinn blessi ykkur vikuna og verið með ykkur áframhaldandi. Sjáumst næsta sunnudag, en uppi er áfram samfélag, kaffi og eitthvað gott með því. Endilega dokum smá stund við og höfum samfélag saman uppi.